Of dýrt. Hverjir ráða hvað matvæli kosta í búðinni? Matvælaverð á Íslandi. Oft heyrist í umræðu að matur sé mjög dýr á Íslandi. Sumir telja jafnvel að þetta sé bændunum að kenna. En þetta er tvöfaldur misskilningur. Bændur ráða ekki verði til neytenda. Það gera aðrir í staðinn. Og útgjöld til matvælakaupa eru bara brot af heildarútgjöldum heimila og þetta brot er minna en í flestum öðrum Evrópulöndum innan og utan ESB. Skoðum þetta betur. Byrjum á kjötvörum. Hverjir ráða hvað þú þarft að borga mikið fyrir þær í búðinni? Þarna sérðu annars vegar bóndann og hins vegar sláturhúsið. Sláturhúsið, svo kallaða afurðastöðin, tilkynnir bændum hvað það treystir sér til þess að borga fyrir lömbin, nautin eða hvað það er sem bóndinn ætlar að fara með í sláturhús. Bóndinn ræður ekki verðinu og hefur ekki mikið val að fara annað því verðmunurinn á milli sláturhúsa er lítill. Sama er uppi á teningnum þegar sláturhúsið ætlar að selja kjötvörurnar sínar til verslana. Viðkomandi verslun ræður hvað hún er til í að borga fyrir vörurnar. Þar sem hægt er að fá innflutt kjöt mjög ódýrt hafa verslanir meira val, en sláturhúsið hefur ekkert val því annars getur það gerst að það situr uppi með vörurnar sínar. Og svo kemur neytandinn. Það er venjulegt fólk í búðina. Ólíkt því sem gerðist áðan ræður kaupandinn ekki verðinu hér, heldur seljandinn. Það er verslunin. Kaupandinn hefur stundum val ef fleiri verslanir eru á staðnum. En ef verðið er svipað hjá þeim öllum, breytir það litlu fyrir hann. Bændur og neytendur ráða engu og sláturhúsin litlu. Til að gefa þér hugmynd verðlagið er hér eitt dæmi haustið 2025. Sláturhúsin borguðu bændum að meðaltali það bil 1000 krónur á kíló fyrir lambaskrokk, 200 krónur á kíló fyrir ærskrokk, 1500 krónur á kíló fyrir nautgripaskrokk. Skrokkur er sem sagt kjöt plús bein en það er engin innmatur í því á borð við lifur eða hjarta. Verðið er misjafnt eftir gæðaflokkum. Hæsta mögulega verðið er nefnt hér í þessu dæmi. Skoðum núna mjólkurvörur. Þetta kerfi er aðeins flóknara. Hverjir ráða hvað þú þarft að borga mikið fyrir þær í búðinni? Þarna eru fleiri aðilar sem koma að. Svokölluð verðlagsnefnd ákveður tvennt. Verðið sem bóndinn fær frá afurðastöð fyrir hvern lítra af mjólk og á hvaða verði verslanir geta keypt grunnvörur sem eru mjólk, rjómi, skyr, smjör, ostur. Sem sagt, hreint skyr án bragðefna og alls konar svoleiðis. Í verðlagsnefndinni eru einn aðili frá atvinnuvegaráðuneytinu, 2 aðilar frá bændum, 2 aðilar frá afurðastöðvum, það er mjólkurvinnslunni, og 2 fulltrúar neytenda. Afurðastöðin er í rauninni bara ein, Auðhumla. Hún á mjólkursamsöluna eða MS sem er langstærsta mjólkurvinnslan á markaði. Auðhumla sækir alla mjólk til kúabænda á Íslandi og borgar þeim það verð sem verðlagsnefndin ákveður. MS þarf að selja vörurnar sínar til verslana á svokölluðu heildsöluverði. Það er verði til aðila sem eru að selja til neytenda, það er venjulegs fólks. Verðið fyrir grunnvörurnar ákveður verðlagsnefndin án virðisaukaskatts. Verðið fyrir allar hinar mjólkurvörurnar eins og súrmjólk, vanilluskyr eða kókómjólk til dæmis getur MS ráðið sjálf. Svo fer neytandinn í búðina og kaupir þessar vörur. Verðið sem hann þarf að borga fyrir þær getur verslunin ákveðið sjálf. Ólíkt því sem gerðist áður fyrr hefur verðlagsnefndin engin áhrif á þetta verð. Þetta verð er alltaf með 11% virðisaukaskatti. Í stuttu máli. Neytendur, bændur, mjólkurvinnslur og ráðuneyti leggja grunninn en þau ráða ekki verðinu í búðinni. Ef er að ræða lífrænar mjólkurvörur þá er það aðskilið kerfi og ekki háð verðlagsnefnd eða neinu öðru.
Til að gefa þér hugmynd verðlagið skoðum við einfaldasta dæmið, nýmjólk í maí 2026. Verðlagsnefndin ákveður 2 verð sem eru hér græn og rauð. Auðhumla borgar bóndanum rúmlega 146 krónur á hvern mjólkurlítra, græna talan. MS má selja heildsölum 1 lítra af nýmjólk á 204 krónur lítran að hámarki og það er rauða talan. Hún er án virðisauka en með virðisauka eru það 226 krónur. Verslanir selja þá þennan mjólkurlítra á því verði sem þeim hentar og það eru engar reglur þar. Í stuttu máli, bændur ráða ekkert hvað maturinn kostar í búðinni. En burt sé frá því er spurning hvort matur sé dýr í samanburði við önnur útgjöld og í samanburði við önnur Evrópulönd innan og utan Evrópusambandsins eða ESB. Þetta línurit sýnir hlutfall matvæla af heildarútgjöldum heimila og það er ljóst að hlutfallið breyttist frá 1995 til 2022 eða 2025. Eins og þú sérð þá er þetta hlutfall allavega síðan 2017 lægra á Íslandi en í ESB-löndum að meðaltali sem eru 27 lönd. Nýjustu tölurnar frá ESB-löndum eru frá 2022. Þess vegna endar bláa línan þar. Á kökunni til hægri sést betur hvað hlutfallið er lágt miðað við hin útgjöld heimila. 2025 fóru á Íslandi einungis 12,8% útgjalda í matvæli. Í 25 Evrópulöndum, bæði utan og innan ESB, er þetta hlutfall hærra en á Íslandi og þar sem það fer hæst er það 32% af almennum útgjöldum. En einungis í 10 Evrópulöndum er hlutfallið lægra en á Íslandi og þar sem það er lægst er það 8,6% af heildarútgjöldum. Þarf að eyða meiri peningum í matvæli en áður fyrr? Svarið er augljóslega nei. Árið 1918, fyrir rúmlega 100 árum, var matur 48% af útgjöldum heimilanna en önnur útgjöld 52%. Árið 1980, fyrir tæplega 50 árum, var maturinn 30% af útgjöldum heimila. En núna, eða 2025, er hann einungis 12,8% af heildarútgjöldum. Þannig að ef matvælaverðið eitt og sér án viðmiðs er borið saman milli landa er myndin skökk. Forsendur í ólíkum löndum eru ólíkar. Laun á Íslandi eru með hæsta móti. Það passar ekki saman að vera með íslensk laun en verðlag eins og í láglaunalandi eins og Tyrklandi. Það er ekki raunhæft, ekki einu sinni ef íslenskir bændur ynnu allir launalaust eins og við sáum áðan. Það er líka ein skýring á því að innflutt matvæli eru oftast ódýrari en íslensk. Það eru lægri laun í öðrum löndum. En svo kemur annað til. Kröfur varðandi lyfjanotkun, dýravelferð og hreinleika eða eiturefni eru ekki allstaðar eins strangar og á Íslandi. Hvað það þýðir sjáum við hér. Þetta er yfirlit yfir sölu sýklalyfja fyrir búfé eftir löndum. Skoðaðu þessa töflu dálítið vel og sjáðu hvað er gríðarlega mikill munur á milli landa. Berum til dæmis lyfjanotkun algengra innflutningslanda í íslenskum verslunum saman við Ísland. Í Danmörku er notað 10 sinnum meira af sýklalyfjum í landbúnaði heldur en á Íslandi, í Þýskalandi 20 sinnum meira og á Spáni 40 sinnum meira. Því hærri sem þessar tölur eru, því meira stress og álag er á framleiðsludýrum sem þurfa sýklalyf til að þjóna sínum tilgangi þrátt fyrir aðstæður og því meiri áhætta á ónæmum bakteríustofnum sem sýklalyf virka ekki lengur á. Íslenskir neytendur hafa val, en þeir þurfa að vera vel læsir til að geta nýtt sér það. Meira það á eftir. Svo má hafa fleira í huga. Risabú með 1000 framleiðsludýr geta framleitt mjög ódýrt. Þar eru það starfsmenn sem sjá búið, ekki lengur ein fjölskylda. Hvað verður þá úr samspilinu á milli manns og búfjár? Vináttu, jafnvægi.
eins og þú sást í hinum myndböndunum. Svo má hafa í huga, án bænda á litlum dreifðum fjölskyldubúum væri Ísland tómt. 2 eða 3 risabú í staðinn leysa þetta vandamál ekki. Við útskýrum þetta nánar í sérmyndbandi með sama heiti, en síðast en ekki síst. Margir sauðfjárbændur þurfa að vinna aukavinnu utan bús til að ná endum saman. Það má deila hvort þetta sé eðlilegt og æskilegt. Það er sérstaklega erfitt og dýrt að framleiða matvæli í landi eins og Íslandi, þar sem sumarið er stutt og veðráttan og þar með fóðuröflun krefjandi. Þess vegna borgar íslenska ríkið bændum styrki, beingreiðslur. Annars yrðu langflestir bændur gjaldþrota og nærri öll Evrópulönd gera það sama, þrátt fyrir hagstæðari aðstæður. Sem sagt, íslenski neytandinn eða þú hefur val, en þú þarft að vera vel læs til að geta nýtt þér það. Af hverju? Hér er dæmi vínarpylsur og innihaldsefni í þeim. Árið 2022 kom allt kjötið sem fór í þessar pylsur frá Íslandi, en árið 2026 er upprunaland kjötsins Ísland, Holland og Þýskaland.